Í verkefni 6 þá ætlum við að taka annarkvort, það má taka verkefni 5 eða verkefni 6, jafnvel verkefni 4 en ég mæli með að taka, verkefni 5 eða verkefni 4, það mætti taka verkefni 3 en ég mæli með að taka allavega sýnilegustuna verkefni 4 og vinna út frá því. Og það sem við ætlum að gera í raun að setja upp Node.js og með því NPM og sækja pakka til þess að hjálpa okkur við að setja upp verkefnið okkar. Þannig að nú ætlum við að hætta að nota live server, ætlum að hætta að nota Prettier bara í Visual Studio Code. Við ætlum að setja þetta upp þannig að verkefnið okkar með skilgreindar leiðir til þess að keyra þetta óháð því hvort að við séum með þetta sett upp í Visual Studio Code eða ekki. Og þetta mjög hentugt fyrir dæmis hópverkefnið. Þannig að þið séu ekki hérna, já, keyrður ekki þetta, bara ég ekki með það sett upp, já, þú að fara þarna og sækja þetta extension og gera svona. Þá bara, þú keyrir þessa skipun og þá gerist þetta. Og þá bara eins fyrir öll sem að vinna í verkefninu. Þannig að við erum að passa upp á þessi samræmi og milli keyrslumhverfa af því að við erum að vinna í hóp. Við erum ekki lengur að vinna einsumul. Og við ætlum að nota þessi tól og svo ætlum við að keyra það í einhverju svona vinnuflæði með þessu. Og svo líka að nota SAS sem partur af þessu, sem í raun ættilega að vera, hérna, ég þarf að laga það. Það eiginlega svolítið mikið markmið að nota það undir þessum hérna lið, nota SAS, allavega. Þannig að útlit og grunnur að hérna, þú veist, útlit ekki markmið í þessu verkefni. Þannig að þið ætla að fara og setja upp hjá ykkur Node.js, þá fer ég hérna og Node.js satt keyrslumhverfi fyrir JavaScript sem við möttum að skoða meira þegar við förum í JavaScript partinn í næstu og þarnæstu viku. En við förum bara hér og sækjum nýjustu útgáfu, nýjustu LTS sem Long Term Support útgáfan fyrir okkar stýrikerfi með NVFM með NPM. Við möttum að skoðum þetta aðeins seinna ef eitthvað, annars fyrir við aðeins betri þetta í Webfortran 2, hver munurinn hérna og hver munurinn hérna. Svo sæki ég bara þetta og setja þetta upp í stýrikerfinu mínu. Þá get ég farið í iTerm sem svona terminal emulator eða terminal sem það sem fylgir bara með Mac default. Hérna þetta svolítið bilað þegar ég með allt sett upp fyrir ekki þetta heldur annað. Og þá get ég keyrt hérna node-waf og þá segir hún mér, já, þú ert í node 22.3 en við sjáum að þetta ætti að vera 19 ef ég var að sækja nýjustu. Það bara ég ekki búinn að sækja nýjustu. Og ef ég gerir npm-waf sem -waf segir bara ertu til sem forrit. Það bara ef ég skrifa eitthvað hérna þá kemur bara command not found eða eitthvað executable not found eitthvað eða í Windows eða einhverju öðru stýrikerfi. Bara þetta yfir höfuð til sem skipun og svo sem flagg inn í þá skipun bara hvaða útgáfa ertu. Þá getur verið að það fiktað í þessu kannski fyrir 2 árum, sett upp Node og það á Node 16. Þá þurfið ég bara uppfæra upp í nýjustu útgáfu og passa upp á að þið séu með Node 22 og NPM 10. Ok, svo þegar þetta komið, þá getið þið farið hérna og ef við búum bara til nýjan glugga hérna og förum í open folder og opnum eitthvað hérna bara á desktop. Web 1 2025 WAF 6 hérna. Þá get ég farið hérna í terminal uppi og gert new terminal og þá get ég haft þessi terminalið sem leiðin fyrir mig til að keyra command line tól, CLI tól á sama stað og ég að gera verkefnið mitt hérna. Þannig þá get ég verið hér og þá get ég sagt hérna ls eða dir ef ég var á Windows, þá kemur ekki neitt. Ég get farið hér og sagt new file index.html, gert ls, þá fæ ég hérna index.html þegar ég í raun að keyra núna terminalið inn í þessu. Þannig að nú gerum við bara hérna
fáum eitthvað svona og nú kemur það fyrsta sem ég ætla að gera. Það er raun að ég ætla að segja að þetta hérna, þessi mappa, hún á að innihalda project sem keyrir í Node og notar npm pakka. Þá keyri ég npm init og init bara verandi búðu til nýtt, initialize, ok? Og þá bara get ég gert í raun bara enter hérna í gegn, ok? Þá fæ ég hérna package.json. Þessi skrá er þess að JSON sem við ætlum að skoða seinna, en er í raun lýsigögn fyrir verkefnið mitt. En hún segir til hvaða pakka er að nota, hvaða skipanir ég er búinn að skilgreina í þessu verkefni, hver er höfundurinn, hvað heitir verkefnið og svo framvegis. Ok, þannig að nú er ég komið þetta hér, en við ætlum svo að vera með SAS líka, en árum við gerum SAS, þetta eiginlega hafa komið undan, en við ætlum að setja upp Parcel. Og ef við skoðum Parcel, þá er Zero Configuration Build Tool for the Web. Og þá erum við komin hérna, það sem er svona skelfilegur staður, frábær staður, segja sumir, fyrir vefinn, er að í flestum nýjum verkefnum sem eru gerð í vefforritun, þá erum við ekki að gera hlutin eins og við erum búin að gera hingað til. Búa bara til index.html og búa til eitthvað SAS-skrá og vinna þetta svolítið í höndunum. Það er eitthvað svona build-ferli í kringum þetta sem lætur þetta allt spila saman og tekur CSS-ið okkar og gerir eitthvað við það og tekur JavaScript-ið okkar og gerir eitthvað við það, bing, bing, bam og býr til eitthvað artefakt, eitthvað build-artefakt sem við síðan keyrum. Þannig að þetta er orðið svona svipað því að vera að vinna í Java. Ég er með einhvern Java compiler sem compilar Java skrána mínar yfir í bytecode sem er síðan keyrður á virtual machineinu. Nema við erum ekkert með eitthvað svona, við erum bara að taka HTML og CSS og varpa yfir í HTML og CSS og keyra það. Þannig að við erum í raun, sumir segja að þetta sé auka flækjustíg á þessu, en það er í raun ekkert sem við getum svo sem gert þess að leysa mörgum verkefnum þegar við förum að fara að stækka. Þannig að allavega, get started. Við ætlum að build a web app with Parcel. Þá fyrir við hérna og þá kemur hérna to quickly scaffold a new web app with Parcel, run the following commands. Og þá gerir þetta í raun allt sem við vorum að gera, nema það sem við ætlum í raun ekki að keyra þetta, við ætlum bara að gera þetta skref fyrir skref, þannig við ætlum að keyra þessa kjarnalínu sem segir npm installaðu sem dev dependency Parcel. Þannig við keyrum þetta hér. Þá fer þessi skipun út á örkina, tengist við þjónana hjá npm og segir, heyrðu, ég er til pakki sem heitir Parcel. Já takk, ég vil fá nýjustu útgáfuna af honum. Og ég vil taka hann og sækja hann og allt það sem þessi pakki þarf. Svo ætla ég að skilgreina hérna að þetta er dev dependency, þannig að þetta er eitthvað sem ég þarf í development, svo dev verandi development, og það er Parcel útgáfa 2.16, svo svona hattur hérna, það segir að ég er líka til í að fá útgáfa 2.17 eða 18 eða 19, en ég vil ekki fara upp í 3.1 eða 3, eitthvað. Ég vil halda með major versionuna 2, en punkt uppfærslur er í lagi. Eða minor uppfærslur í lagi og punkt, svo þetta er major version, minor version og patch version. En það sem gerist líka hérna er að við fengum nýja möppu sem heitir Node Modules. Og ef ég opna hana, þá er hún alltaf í orðin tróðfull af einhverjum öðrum möppum. Svo opna ég hana og hérna er eitthvað Parcel, og hérna er eitthvað mappa, og hérna er eitthvað mappa, og hérna er bara ógurlega mikið af JavaScript kóða. Og bara einhvers konar JavaScript kóða. Bara, hvað er þetta allt saman? Þetta er eitthvað sem við ætlum ekkert að hugsa núna. En þetta er samt það sem við erum búin að taka á herðar okkar með því að nota eitthvað tól, er að við erum búin að taka á okkur dependency. Alltaf þegar við tökum á okkur dependency, þá erum við að taka eitthvað á okkur sem að, við erum að treysta á einhvern annan. Einhver annar gerði eitthvað og við ætlum að nýta það. Ok, fínt. Þannig að þá segir ég hérna, bara búið til svona HTML hérna, fínt, ok, getur sett þetta út hérna. Og
svo ætlum við að fara hérna og segja ok, H1, color, hot pink og við ætlum að segja okkur það bara styles, CSS, source styles.css búum þá bara til þess að möppu hérna source styles.css svona og svo segja hérna vísum í þetta, já við ætlum ekki að nota JavaScript kóða, við notum þetta eða annað sem heitir vít síðan í seinni verkefnum þannig þá kemur svona já, við viljum reyndar ekki hafa þetta hérna þegar við erum ekki með index.html í færlegum þetta ok, þannig að núna erum við að vísa hérna í styles.css og við erum þetta hérna þá segir hún ok, nú viltu fá svona package scripts og þá getum við fengið hérna þetta þá fer ég í package.json og ég skipti út þessu hér fyrir það og lögum indráttinn hérna og þá segir síðan hérna now you can run yarn build en við ætlum að nota npm þannig að við gerum npm run build build failed ákveðin skellur source, já, þetta vantar hérna ok svona ok, ekki source af því að við vorum ekki með það index.html fjarlægum þetta líka þannig að bara, þetta að segja okkur hvað á að vera að gera hérna ok, cool nú fæ ég hérna eitthvað sem heitir dist þá fæ ég index.html og þá sjáum við hérna að nú búið að taka þetta og einhvern veginn þjappa þessu saman taka CSS hérna og þjappa þessu saman og vísa í eitthvað map.map skrá hérna og þetta source map sem leyfir mér síðan að fara hérna í eitthvað source map og þetta hérna leið til þess að geta séð hvernig þjappað útgáfan af CSS-inu túlkast yfir í óþjöppuð útgáfan af CSS-inu skoðum þetta nánar í næstu viku en ef við gerum núna npm run start þá keyrir hún þetta og segir hérna server running at localhost 1, 2, 3, 4 og ef ég fer núna og ég kveiki á því hér þá kemur hérna hello world bleikt og í cursive leturgerð ef ég fer síðan minnka þetta í þetta ég segi hérna green að þá breytist þetta strax þannig að þetta líka að virka sem vefþjónn sem með þessu hot reload sem leyfir mér í raun að gera breytingar hérna og sjá það strax koma fram það er mikilvægasta spurningin og hérna eins og allt sem við keyrum í terminalinu þá getum við alltaf sendt interrupt signal með að gera Ctrl+C og það drepur flest forrit í konsólinu ef ekki þá getum við gert hérna búið til annað konsól og þá getum við líka ítt hérna á ruslaðstöðuna og sagt þetta er eitthvað bilað, ég ætla að byrja upp á nýtt ég drap hitt bara, ég hendi í ruslið en kosturinn oft á tíðum erum við með keyrandi server í einu terminali og svo erum við að fikta kannski keyra ykkur aðra skipunar í hinu terminalinu og það ætlum við að skoða í næsta tíma þar sem við ætlum að skoða hvernig við setjum upp svona linting sem að passa upp á það að kóðin sem við skrifum er í raun að nota eitthvað tól til þess að passa upp á það að allt sé eins hjá okkur sem erum saman að vinna í verkefninu sem foreldrar. En seinasta sem ég ætla að gera núna, ég set síðan þetta allt inn á GitHub þannig að þið getið fengið þetta og ég sendi ykkur það á eftir, er að ég ætla að breyta heitinu á þessu hérna yfir í SCSS og þá er þetta að nota SAS og þá get ég sagt hérna use test.scss og ég ætla að búa til aðra skrá hérna sem heitir test.scss og þar ætla ég að vera með H1 font size 10 rem ég ætla að vista þetta svo ætla ég að keyra npm run start og þá segir hún þú ert að vísa ennþá í CSS en það er ekki til við erum að vísa hérna í SCSS þá fattaði hún að þetta breyttist
use must be written, ok, þetta verður að vera hérna undan öllu öðru, svona, þá segir hún hérna, ok, unknown keyword, eitthvað, ok, það vantar semikomu, lendum í öllum vandræðunum, þarna virkaði þetta, og þá fer ég hérna og reloada hér, og út af því að ég þurfti að reloada, því ég drap serverinn, þannig að það rofnaði tengingin við terminalið mitt á milli, en núna ef ég fer þá hérna og ég breyti þessu yfir í 1 rem, þá minnkar þetta hérna, og ef ég er hér og breyti þessu yfir í blue eða eitthvað, þá breytist þetta, og ef við skoðum síðan sourceið af þessu, þá þurfum við í rauninu núna að sjá, við erum með fleiri skrár hér, og þá erum við með eitthvað H1 hérna, við erum með eitthvað hérna, við erum með eitthvað hérna, þannig að hérna sjáum við að það er búið að taka í raun þessar 2 H1 reglur og sameina þær í eina, og það er það sem fer út. Þannig að Parsel er að taka þetta og finna út úr því þetta er nákvæmlega það sem er notað, sendur út. Þannig að þarna er bildskrifið að koma inn og gera eitthvað fyrir okkur. En við höldum áfram með þetta, en bara aftur, ef þið setjið upp Node og NPM og hafið það tilbúið fyrir næsta tíma, þannig að þið getið þá látið mig vita ef þið lendið í einhverjum vandræðum eitthvað svona. Þannig að það skiptir ekki máli hvort að nota hana NVFM eða Docker eða... Notið NVFM. Það leyfir það ekki. Ekki á Windows. Það er bara Docker. Já, ok, þá er þá ekki bara eitthvað ekkert, þú veist, bara Docker. það er bara Docker. Já, ok. Ok, það á að vera allt í lagi. Það á að vera allt í lagi. Ok, herru. Nú er ég aðeins að snuða ykkur smá pásu, en hérna Magator er mætt og ætlar að... Það verður að vera pása klukkan 4 og eftirmiðdaginn þau eru öll sofandi og fórstu gettir í sko. Jú, ég fylgist vel með öllum hérna. En þetta er alltaf hérna, ég seti þetta allt inn og sendi þessu með tilkynningunni núna eftir.